Komið sæl, þetta Ísland í dag. Já, í gær var Glitnir þjóðnýttur en það kallar Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður Stoða sem átti yfir 30% hlut í bankanum, stærsta bankarán Íslandssögunnar. Sindri Sindrason, fréttamaður markaðarins, hitti Jón Ásgeir rétt á það. Það sem gerist þarna í þessu ferli er náttúrulega mjög óvenjulegt. Menn voru ekkert að biðja að fá hlutafé eða biðja einhverja neyðarhjálp. Menn voru bara einfaldlega að fara fram á það að Seðlabankinn á Íslandi starfaði eins og seðlabankar í nágrannalöndum. Ef þessi leið var farin, þýðir það þá ekki það að Glitnir hafi verið á leið í þrot? Nei, alls ekki. Og þetta bara, þarna hefðbundar aðferðir að ræða við samskiptum í banka og seðlabanka. Sérstaklega á þessum tímum það hefur þrengt að bönkum. Þannig að þarna ekki óeðlileg beiðni á ferðinni. Hvaða aðra leiðir hefði verið hægt að fara í staðinn fyrir þessa sem ríkisvaldi ákvað? Mjög einfalt, bara veita veðlánið út á þessa eign, þetta erlend eign í Noregi sem var mjög góð og félagið átti til dæmis, Glitnir átti íbúðalánasafn bæði í Noregi og hér á Íslandi sem hefði einnig verið hægt að taka veð í upp á rúmlega 200 milljarða ef ég man rétt. Hvers vegna var sú leið ekki farin að þínu mati? Ég held að þetta hafi verið ákveðið að fara löngu ákveðið að fara þessa leið og ég sló varu og tón þegar menn ætluðu niður Seðlabanka hitta seðlabankastjóra. Segðu bara eins meira frá þessu. Já, ég bara þekki hvernig ákveðið menn hugsa og hafa ekki tíðin að nota hvert tækifæri til þess að sparka í menn og það var heldur betur gert í þessu tilfelli. Þannig að Davíð að þínum mati bara og Seðlabankinn í hendarhug gagnvart þér og þínum fyrirtækjum? Já, það alveg ljóst að eins og þróun var á sunnudeginum að Seðlabankinn var ekki mikið að veita okkur viðtal hver staðan var á málinu og ég veit að stjórnarformaður bankans ræddi ítrekka við forsætisráðherra málið af því bara til þess að vita stöðuna því og þá lá ekkert annað á borðinu heldur en það væri verið að veita þetta veðlán og það yrði klárað á sunnudeginu. Hefur þú hitt Davíð Oddsson? Núna nýrið. En þú ert alltaf samfærður það að hann séu eftir þér? Já, ég bara veit að þetta óeðlileg aðgerð á öllu leyti. Hvað viltu þá segja við? Og hún rántúlkuð ofan í, ég hef hitt fulltrúa stjórnarandstöðunar, stjórnarþingmenn og farið yfir málið og þeir aðilar sem voru mjög nálægt málinu, þeir hafa sagt mér að málið snúi í raun þegar þið sjá gögnin á borðinu snúi í raun öðruvísi heldur en að fyrir þeim var kynnt. Þannig að Davíð á eftir þér? Ég veit ekki hvort það sé að, ég myndi segja að þetta mjög óeðlileg aðgerð að hendi Seðlabankans. Það öllum ljóst. Já, hvað viltu þá segja við það fólk sem segir ólíklegt að stjórnvöld spili 84 milljörðum króna af almannafé í verkefni aðeins í hefndarhug? Já, ég byrði bara fólk að skoða af hverju verið að nota almannafé til þess að taka áhættu í hlutafé. En það hefur náttúrulega komið á daginn eins og birtist í greiningu S&P í gær kvöldi að þeir telja ríkið sé komið ábyrgð á 2500 milljarða balansið bankans. Heldur að ríkinu takist fyrir ykkur að endurfjármagna bankan en bankin sjálfur? Það verður náttúrulega komið ljós að þetta er ríkið með sterkara kredit heldur en hlutafélag eins og banki. Davíð Oddsson talaði markaðslausnir hafi verið upp á borðinu meðal þess hafi verið sameining Landsbankans og Glitnis. Hver átti hugmyndina þeirri hugmynd? Það hefur náttúrulega verið að velta mörgum hugmyndum fyrir sér í þessum geira nokkuð skeið og Landsbanki Glitnir hefur verið eina af þeim. Heimildir markaðarins maður að þegar tími fór að verða naumur hafi Landsbankamenn hallað sér aftur í stólnum og sagt að ekki hafi verið hægt að ganga frá þessu á svo skömmun tíma með öðrum orðum komið ykkur í þá stöðu að verða að sætta ykkur við að ríkið taki við? Við slúm fyrst benda á að ríkið ekki búið að taka við vegna þess að þá eftir að halda hluthafafundi í félaginu og þá til að búið að halda hann þá voru hluthafafundurinn að ákveða hvort að séu ný bréf gefin út eða ekki og þegar búið að gefa út nýju bréfin og búið að borga fyrir þau og þá er ríkið orðið eigandi, verði þetta niðurstað sem er náttúrulega langversta niðurstað fyrir hluthafafélagsins og ég segi ekki bara hluthafa félagsins heldur fyrir fjármálakerfið allt á Íslandi.
Hver lagði áherslu á þennan hraða? Hvers vegna þessi svakalegi hraði? Það var Seðlabankinn sem lagði fram að það yrði að svara fyrir klukkan 9 á mánudagsmorgni. Nær það komið í veg fyrir þjóðnýtingu? Þeir eru í viðræðum við aðra og heimildir okkar segja að það séu kaupþingsmenn sem og jafnvel einhverju útlendingar. Við höfum reynda líka heimildir okkar segja Philip Green, þessu nöfn. Ég ætla ekki að fara dýpra í þessar spurningar en eins og ég segi, það er áhuga á þessu. En við sjáum það að bara í dag, ef við horfum bara á síðan að banki byrjaði hlutabréf byrjaði að skipta hendur í félaginu, þá náttúrulega sést hvaða aðgerð fór þarna fram. Það náttúrulega óeðlilegt að ríkið sé búið að græða 116 milljarða á þessu á einu degi. Orðrómur að Baugur og eða önnur félög í eigu Baugs séu á hausnum. Hvað segirðu við því? Baugur er sér fyrirtæki verslun og fjárfestingar og það fyrirtæki er í góðum gír. En það sem er vont eins og er að þegar svona gerist, eins og með Stoðir í gær, það þurfa að fara í greiðslustöðun. Ég vil taka það fram hérna að Stoðir á ekki Baugur. Og það er sem sagt algjörlega óskild fjárfesting. Þannig að Baugur er bara á sinni ferð með sín góðu fyrirtæki. En hins vegar er það mjög vont fyrir okkar fyrirtæki eins og í Bretlandi að það hefur ekki stoppað sími hjá forstjóra félagsins í dag þar sem menn hafa áhyggjur á stöðu Íslands og þetta er það breiðir út. Við erum með 10.000 manns í vinnu í Bretlandi, í okkar fyrirtæki sem allir hafa áhyggjur af því erum við ekki að fá borgað launinu næstu mánuð. Byrgjarnir hafa áhyggjur af því eru fyrirtækin ekki að fara að borga byrgin. Þetta eru mjög stór fyrirtæki á breskan mælikvarða og þetta er náttúrulega mjög slæmt að skýra þetta út og skýra út af hverju þetta er að gerast ef það er ekki þannig komið að þetta sé allt í kalda kol. Að hvaða fyrirtækjum hefur áhyggjur? Ég hef ekki, rekstrarlega hef ég ekki áhyggjur af neina af þessu fyrirtækjum. Þau eru mjög fín, þetta eru fín vörumerki, þau eru í góðu rekstri, þau eru til dæmis lítið skuldsett. Þannig að þú segir að Baugur sé ekki á hausnum og ekki þessi fyrirtæki. Þetta er óbærslega leiðilegt orð að tala á hausnum, ég held að og ofnotað. Menn verða að gera sér grein fyrir því hvað þeir eru að segja á hverjum tíma vegna þess að þetta hefur áhrif á rekstur þessara fyrirtæki. Og ég get sagt það, ég finna að Baugur er ekki á hausnum, það er algjörlega ljóst og þannig er það bara. Baugur er eina fjárfestingum við fjölskyldum minnar, Hagar er það, Stoðir er það líka og Stoðir Invest, þannig að þessi eina af þessum 4 fjárfestingum er í þessari greiðslustöðum en það hefur öðru leyti eru tengslinni ekkert. En þýðir það ekki að vera í greiðslustöðun að félagi sé gjaldþrota? Ég held að Stoðir geti alveg unnið þessu út úr sínum málum. Hvað með þig persónulega? Hvernig ert þú staddur? Hvernig er ég staddur peningalega? Já. Ég er bara alveg þokkalega staddur, takk fyrir. Þú verður ekki tekinn því að þetta er bara orðrómurinn á markaði. Þetta er það sem ég held að þú getur alveg bókað það að ég er ekki að fara í gjaldþrot eða neitt slíkt eða mín fjölskylda. Ég myndi telja að fjölskylda þrátt fyrir þetta áhald sé ákvæmlega vel stæð á allan mælikvarða. Stoðir hefði ekkert lent í þessum vandræðum nema vegna þess að við lendum í óeðlilegum afskiptum stjórnvalda. Það er að segja Seðlabankans af einu og okkar fyrirtækjum sem að verður til þess að það er reynilega stólið af okkur eign sem við teljum. Það er ekkert eðlilegt og það er ekkert eðlilegt að hluthafar horfi á það þegjandi og hljóðalaust að þessi eign sé tekin af þeim með þessum hætti ef það verður samþykkt á hluthafafundi og ríki græða á því á einni eða 2 vikum 110 til 120 milljarða. Bankarán, stærsta sem við sést. Og það sem að vona, náttúrulega, þetta gert til þess að koma þessu fyrir einhvers staðar annars staðar, eins og hefur verið gefið skyn í fjölmiðlum í dag. En burtséð frá þessu að þá er náttúrulega líka alveg ljóst að þið hafið tekið einhverjar slæmar ákvarðanir í gegnum ferlið og svo stærsta hlýtur að vera að hafa komið inn og bjargað FL Group á sínum tíma. Sérðu ekki eftir því? Það er nú bara þannig að það er ekkert að horfa aftur með það var ákveðin svo að tekna á sín tíma
og við sittum upp með það er alveg ljóst. En hefði einhver sagt við mig á þeim tíma, jú, en við veist ekki á næsta ári þá fara Lehman á hausinn, Merrill Lynch verður tekið á Bank of America og Hábos, eitt stærsti bankin í Bretlandi, verður farin á hausinn ásamt fjölda banka í Danmörku, þá hugsa ég hefði ekki tekið þessu ákvörðun. Það eru margir þarna reiðir út í stórfjárfesta sem hafa farið of geyst og kenna þeim fall til dæmis Glitnis. Nei, ég held að Glitnir hafi ekki tapað neinum fjármunum eða einhverju rísa fjármunum á einhverju útrásaverkefnum. Það er af og frá. En reiði fólk skiljanleg? Reiðið fólks verður þá að beinast á einhverju ákveðnu verkefni. Það er ekki hægt að bara reiður af því bara. Og ég held að það sé gert allt og mikið að þetta sé útrásin að kenna. Þetta er því að kenna að það myndast á fjármálamarkaði í heiminum alveg ótrúlega aðstæður, erfiðar aðstæður sem að menn hafa bara aldrei kynnst. Framtíðin, hvernig lítur hún út fyrir þig, þín fyrirtæki og íslenskt efnahagslíf? Ég held að við höfum hort á mánudaginn eða í gær fram á einhverju verstu aðgerð sem hefur verið gerð. Hún var gerð undir því leiðarljósi að vera að styrkja fjármálakerfið á Íslandi. Ég held að í dag hafi nú runnið á menn 2 grímur þegar þeir sjá það að bankarnir eru allir í einum hóp downgreitaðir. Það er náttúrulega að spyrja allir sig þeirra spurningar þegar ríkið telur það að það þurfa að gefa 90% afslátt á hlutafé bankans í banka sem hefur talið verið með eitt sterkari eignasafnið af öllum, að þá náttúrulega spyrja bæði fjárfesta sig og greiningadeildir hvað er að gerast, hvað er ekki komið fram. Og ég held að þetta er einn af þeim hlutum sem við bendum á helgina. Hvernig á að byggja upp traustið í kerfinu með þessum hætti? Og við sáum í gær að ríkið er downgreitað. Hvað kostar það til framtíðar? Þú ert sár og svekktur? Ég er sár og svekktur bara fyrir hönd þjóðarinnar. Hvað séum við gjaldmiðlinn dag? Krónar er frjálsum falli. Hvað munum við sjá á morgun? Hærra vöruverð.